er komin hingað Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna, velkomin. Takk. Herðu, þetta er svona, þetta er slæm vika. Mánudagurinn, hann var ekki góður, sjá þessa miklu verðbólgu og maður bara svona heyrir það einhvern veginn að það er svona einhver stemming í samfélaginu. Svolítið svona að fólk átta sig á því að þessu stefna sem hefur rekin hingað til virkar ekki og það verður að breytum stefnu, en svo er bara fólk kannski svolítið efast að það verði gert. Eitt af því sem að hefur verið gagnrýnt er sem ástæða eða eina ástæðan fyrir aukinni verðbólgu er mikill hallarekstur á ríkissjóði. Hvað er það neytendamál? Nei, ekki beint þannig, sko, við Neytendasamtökin skipta sér nú ekki mikið af ríkisfjármálum, en þó er það nú þannig að við sáum okkur knúin til þess að senda inn umsókn fjárlagafrumvarpið þegar það var lagt fram í desember, í nóvember og desember. Já. Að í fyrsta skipti allavega í mínu minni var fjárlagafrumvarpið verðtryggt. Hvað með því? Sem þýðir það að öll krónutölugjöldin hækkuðu í takt við verðbólgu. Og það finnst okkur vera afar, og við vöruðum við því og við bentum á aðra leiðir sem ríkið gæti gert til þess að halda í við tekjur sína, auðvitað þarf ríkið að hafa sína tekjur, það er ekkert að því, en ef þú hækkar krónutölugjöld þá fer það beint út í verðlagið og samkvæmt eigin mælingum fjármálaráðuneytisins þá hefðu þessar hækkanir, krónutöluhækkanir á fjárlagafrumvarpið átt að valda 0,4% verðbólgu, bara einar og sér. Að endanum var þetta að líkindum nær 0,7% stigum líka þegar það koma líka sveitafélögin inn í það? Já, og svo fyrir utan það, sko, og þetta er bara stór alvarlegt að heggur sá er hlífa skildi að ríkið verður að ganga á undan með góðu fordæmi og sama má eiginlega segja Seðlabankana að sem stundar tásu skömmun orlofsferðalanga á meðan að hann er sjálfur í afar dýrum framkvæmdum Það verður lengi, ég býð hann að nálægt og sko er að verja rúmlega 3 milljörðum króna sem er 10 milljónir per starfsmann í að bæta aðstöðu þeirra sem eflaust þarf og allt það, en það er þetta með samhengi hlutana og hljóð og mynd að hún verður að fara saman hjá stjórnvöldum og stjórnvöld hafa eitt tæki sem virkar mjög vel í svona þenslu og verðbólgu eins og núna, og það er það að draga úr umsvifum og stjórnvöld gáfu í alveg svakalega þegar í COVID-inu en hafa ekki náð að draga úr að sama skapi, og það er eitthvað sem En ekki til ekki til að séu skori niður í heilbrigðiskerfinu aukið aðhald eins og Bjarni orðað á þingi. Það var að bóða aukið aðhald. Er þetta að tala þá svona nýframkvæmdir og annað slíkt? Já, og alls konar svona dúlleri, sko, til dæmis að þetta bætta eldhús Seðlabankans er svona birtingamynd þess sem hefði mátt fresta í þessu ástandi. 9 milljarða hús fyrir utanríkisráðuneytið. Til dæmis og svo framið. Þetta er en Neytendasamtökin hafa svo sem ekki bein skipta sér svo sem ekki af því beint en svona það eru hægt að hækka tekjur ríkissjóðs án þess að hækka verðbólgu. Eins og hvernig? Með því að hækka skatta til dæmis, það hefur ekki áhrif á verðbólgu. Hækka auðlindagjald til dæmis hefur ekki áhrif á verðbólgu og svo framvegis, það er bara, þetta er ekkit, við erum ekkit að finna upp hjólið, þetta er ekkit óþekktar staðreitir sem það þarf ekkit að kenna ríkisstjórninni hvernig er hægt að hækka tekjur án þess að hækka verðbólgu en þessi leið voru valin og afleiðingarnir voru klárar og ljósar fyrir og þær eru að koma bitna á okkur núna og verðbólgan farið í gang og verðbólgan og bara út allt og hún er sko líka svona, að fara yfir tekjast af tölu er líka svona ákveðið sálfræðilegt þrep og nú er Seðlabanki búin að hækka vexti 11 sinnum í röð og mun hækka og einhver segir að skilgreiningin á brjálæði sé að gera sama hlutin aftur og vænta annarra niðurstöðu.
þetta eitthvað við höfum heyrt af 3-4 sinnum frá Seðlabankastjóra að nú sé toppinum náð, nú fer verðbólgan að fara niður. Ekki síðast, þá sagði hann eiginlega að ef að verðbólgan stoppar ekki þá verði það ekki aftur. Já. Og hann byrði lagaleg skylda til þess. Já, það er Það segir það. Að hún byrði lagaleg skylda til að hækka, hann náttúrulega byrði lagaleg skylda til þess að draga úr verðbólgu. Og þetta er eina tæki sem hann hefur. Eitt af tækjunum sem hann hefur. Það er ýmislegt sem Seðlabanki getur gert og ríki náttúrulega verður að fylgja með. Já, áður við tölum um vexti, að þá er náttúrulega neytendavernd. Ég tala ekki verðlagseftirlit og svona, verður bara miklu flóknara þegar verðbólgan er komið svona í gang og hún er svolítið, þú veist, það er eitt af einkennum núna því að nú er til dæmis ekki húsnæðisliðurinn að keyra þetta áfram og hann er nú 20% af því sem hefur verið að mæla. Heldur virðist bara, það er allir að hækka? Já, þessum mánuði þá er húsnæðisliðurinn heldur að draga úr verðbólgunni og sem er fínt en það sem mér sýnist vera svona helstu liðitin sem er að hækka er matvara, bæði innlend og erlend, húsgögn sem eru erlend erlendis frá að mestmegnis. Hækka náttúrulega mikið að því útsölutan hættu en það hækku langt umfram þar sem að verði var í nóvember. Algjörlega, og svo náttúrulega og svo fatnaður. En sko, og þetta er fatnaður og húsgögn sem er það vel helmingur af hækkun verðbólgunum núna. Íslenski stýrivextir hafa ekkit áhrif á erlend verð vara. Það er bara það er engin að líta til Íslands með að sjá hversu stýrivextir er háur til þess að draga úr verðhækkunum erlendis. En við verðum líka að tala um sko það að Samkeppniseftirlitið var að birta núna skýrslu fyrir nokkrum vikum síðan. Það sem, má eiginlega draga þá ályktun að mjög líklega séu smásölu aðilar að hækka, nota tækifæri og hækka álagningu í þessu ástandi. Og þá verðum við að tala um eigendur þessara smásölufyrirtæki sem eru lífeyrissjóðirnir okkar, sem verða að fara að taka afstöðu til arðsemiskrafna, til launasetningar í fyrirtækjunum. Þeir geta bara ekki lengur skilað auðu. Því að ef þeir skila auðu þá er stefna sem er starfrækt er ríkjandi í dag sem þýðir það að það sé bara að megi raun og veru taka hvað sem er af neytendum og reyna að hámarka hagnaða eins og arðsemi af hverju sem er. Lífeyrissjóðirnir sem er í eigu okkar allra verða að fara að taka afstöðu. Það er náttúrulega eins og þú veist að þá er stjórn lífeyrissjóðina bara 50-50. Það eru fulltrúar sem að verkalýðshreyfingin skipar hann inn og svo er það fulltrúar sem að Samtök atvinnulífsins skipar hann inn og þeir fulltrúar, þú getur einhver breytt nema að báði sér sammála og það er bara, annar er alveg klárlega á þeirri línu sem hefur ekki hingað til að til þess að segja með svo Hagar að þá er bara stæðsti enga fjárfestirinn eldur. Það er Kaldbakur sem er í eigu Samherja og þeir eiginlega bara leggja línunar að því hvernig Hagar er regnir. Nú veit ég það svo sem ekki en þetta er náttúrulega bara absúrt að við sem eigum lífeyrissjóðina að við séum þess að vinna gegnum þau séu að vera það sé að vera að nota þá voru náttúrulega lífeyrissjóðinir sem voru að greiða atkvæðum það að reka þið heim í verkbanni. Það er mjög erfitt að útskýra það eitthvað. En þú talar og Ásgeir Brynjar var í gær og hann var eiginlega að tala um einmitt að sko, svo stefna sem hefur rekin hún er bara virkar ekki og það er líka í sambandi við að vera alltaf að hækka stýrisvexti að þeir býta seint. Þannig að getur verið að þú ert alltaf að glíma ykkur og verðbólgu og hækkar þá getur verið að í framtíðinni þá ertu bara að skrúa hagkerfi ofan í sko kreppu. Algjörlega. En verðbólgan fer ekki. Nei, og líka þetta, það er áhugavert sko að við séum stýrivexti hér á Íslandi, við erum að glíma við svipaða verðbólgu og í Evrópu, en stýrivexti hér eru 3-4 sinnum hærri heldur en þar og fara hækkandi ég veit ekki það er enginn að leita til íslensku aðferðarinnar að berjast við verðbólgu. Ásgeir fekk velun í okkur félagi í Seðlabankastjóra. Víking bjór var líka valinn 3. besti bjór í heimi einhvern staðar.
en íslenska leiðin svo að nú fór verðbólgan á síðustu 12 mánuði 10,2% og var síðast yfir 10% í september 2009, þá var hún 10,8% mánuðin undan. Inn í því hrunið, sko. Það þú veist, þú fyrir september 2009 árið undan, þá oktober 2008 inn í þeim 12 mánuðum. Þá voru stýrivextirnir 9,5%. Það eru 6,5% í dag. Þannig að svona að óbreyttu að þá ættu við að gera ráð fyrir að stýrivextir Seðlabankans séu á leiðinu upp í 7,8 ofar. Einmitt. Það má alveg gera því miður. Það þarf að breytast eitthvað til þess að það má gera ráð fyrir því, en aftur segi ég bara að við erum að fara eitthvað alltara leiðir heldur en allir aðrir í heiminum af þeim löndum sem við viljum gjarnan bera okkur saman við en einhver hluta vegna þá og verðbólgan okkur að fara upp og hann að fara niður í Evrópu. Einmitt svona allan vísbendingur það og vísbendingur það sem Seðlabanki sé að gera sé ekki að virka. Það bara blasir við að markmið Seðlabankans að halda stýrivöxtum halda verðbólgu í 2,5% pluss mínus 1,5 og verandi með verðbólgu sem ferfalt markmið Seðlabankans. Þetta náttúrulega bara magnað og já. Og þá segja menn eins og þú veist sem að þetta ekki að virka og þá þurfum að gera eitthvað annað. Og þá, það sem að mér finnst að gera svolítið í samfélaginu núna, maður heyrir svona ómaði bara í alls konar ummælum. Það sem að það þarf að gera eitthvað annað, það þarf allir að koma á borðinu, það þarf allir að gera sitt og það eiginlega bara, það þarf að verða til eitthvað svona sátt í samfélaginu stefnubreytingu. Og meðan að menn að segja þetta, þá sér maður alveg á þeim að þeir hafi ekkert mikla trú á því að þetta... Nei, þetta eins og ég vil segja það, hljóð og mynd fer ekki saman. Að Seðlabanki getur ekki unnið bara í einhverju tómi og sagt ekki fara til, ekki eyða peningum til neytendur, ekki fara til útlanda og á sama tíma hann í dýrum framkvæmdum burt sér frá þessar dýrum framkvæmdi skiptir ekki öllu máli og einn maður sem fer til Tenerife skiptir ekki neinu máli en það þessi hljóðamynd sem þú verður að sýna það í verki það sem þú ert að predika að þú getur ekki verið að predika eitt þegar þú sérð allir sjá hvað í gangi og sama með stjórnvöld þau verða bara að draga úr gjöldum eða þá að auka tekjur sínir leggja á skatt ekki eitthvað sem að veltir út í verðlagið. Þú getur ekki gert kröfur og svo þessar gigantísku hækkanir á vöxtum á lánum sem býta bara á þessi 70% heimila sem eru með lán. Það náttúrulega, við meðum ekki gleyma því 30%, það byrja 30% heimila er ekki með neinn húsnæðislán, er bara búin að borga sínar, bara skuldlaust og það býtur ekki skattur. Vaxtahækkanir býta fyrst og fremst yngra fólk og langmest þá sem eru nýbúnir að koma inn á markaðinn og það er svo leiðilegt að segja það en þetta hefur alltaf verið svona það er bara 2009 þetta er 15 ár síðan að við vorum í sama ástand þetta er svona 15 ára fresti kemur eitthvað svona upp á Íslandi og þetta er rússíbanareið, rússíbanahagkerfi með það sem það er líka fórnarlöp eftir það er líka fólki sem hefur bara ekki náð sér eftir hrunið, það er heilu ættirnar og heilu fjölskyldunar og og það er einmitt, það eru alltaf fórnarlöp í svona og fólk sem á ekkert skili sem lendir undir mulningsvilni og þess vegna skiptir svo miklu máli að stuðla stöðuleika að stöðuleiki og þá verða allir að taka þátt og það verður, hljóð og mynd verður þá að fara saman að við verum öll að leggja okkar að mörkum en eins og vaxtahækkanirna þær býta bara á eða langmest á yngri kynslóðarnar og langmest á þá sem eru nýkomin inn á fasteignamarkaðinn. Er það sanngjarnt? Getum við leita einhver annar leiða fyrir þessa fjölskyldu sem eru núna að sjá lánin sín stökk breytast og
nota bene þegar að spekingar ekki bara í Seðlabankanum heldur í fjármálakerfinu sögðu fyrir 2-3 árum að nú varum við komin inn í langvarandi lágvaxta skeið og loksins og svo framvegis og það er ekki nema 2-3 ára af öllu kollvarpað. Þetta var í auglýsingu stjórnmálaflokkana fyrir kosningar. Loksins komið í lágvaxtaland. Við, María, vorum að ræða áhrif vaxtahækkanna á greiðslubyrði og hvað fólk getur tekið mikið lán og það mætti lesa úr þessum að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sendi frá sér mánaðarlega skýrslur. Það mætti lesa svona ef við tökum dæmi af fólki sem að freistast þess að kaupa húsnæði í apríl 2001 þegar áður en að vextinni fóru upp og það var hagkvæmast fyrir þau að taka óverðtryggt lán þá og kannski fólk sem er bara rétt slapp inn á markaðin. Síðan hefur lánið þeirra hækkað 125.000 krónur. Afborganir. Og það náttúrulega ræður ekki við það því að það tók þetta lán vegna þess að það gat bara ráði við að borga tæpa 200.000 krónur, þannig það ræður ekki við að borga 325.000 og það fer í bankasinn og segir að við verðum bara að gefast upp og fara yfir í verðtryggt lán til þess að lækka afborganirnar og þá ferðu í greiðslumat og þá segir bankina í því miður, þú stendst ekki greiðslumat fyrir nýja lánið. Ef eitthvað kemur með til þín sem formanns Neytendasamtakanna með þetta mál sem að hljómar svona eins og einhver neytandi hafi verið rækilega svikinn, getur þú eitthvað gert? Bara þétt handtak faðumlega kannski og Guðs blessun það er það eina sem dettur í hug þetta gerist bara í Íslandi og það er bara sagt við þig bad luck það er bara þannig því miður og þetta er náttúrulega heillilegt og aftur bara við þetta er eitthvað sem við erum þetta er eins og við erum í einhverju svona alkoholískri meðvirkni með hagkerfinu og við elskum það þegar að uppsveiflan kemur þetta er bara eins og það sé verið að bjóða okkur á dansiball og við vitum alveg að með uppsveiflunni kemur niðursveiflan en við ætlum að vera á ríða ölduna núna að ná henni fleita okkur áfram að því að síðast þá mistum við af þessu og vonum þetta hendi ekki okkur. Já, en við vitum það að alkoholistinn á eftir að brjóta og bramla allt í stofinu og við þurfum að taka og ganga frá og okkur og lemja mann á annan en við vitum að við förum viljandi inn í þetta partí við þurfum að brjóta þennan við þurfum að fara í efnahagslega meðferð bara brjóta þennan vítaring. Það var einhvern tímann yfir á þingi, þá var spurt stjórnvöld að því og það var þessi dæmi ekki alveg komið svona fram og þá var eitthvað hvort að ríkisstjórnin ætti ekki að draga úr sársauka þessar fjölskyldar sem lendi í þessu. Þá var svar fjármálaráðuneytis að það væri náttúrulega arfa vittlaus efnahagsstjórn að þegar Seðlabankinn er að þrengja að stjórnvöld dragi úr sársaukunum sem að það verður til. Það segðu mér þetta dæmi sem að ég nú bara að lesa út úr svona línuritið þarna. Þetta er svo gríðalegir hagsmunir að þið sem eru að starfa að því að venda neytendur og svona. Þetta er kannski mestu áfalli sem að fólk eru að verða fyrir í dag. Fyrir þetta kannski eitthvað bara tryggingafélagið sé að svína rækilega á því Þetta er bara stórkostlega áfall. Já, stærstu áfallin í dag sem fólk eru að verða fyrir eru netsvindl og eru það þegar það leiðist út í eða neyðist til þess að taka smálón og lendir í því að í þeim vítaring Svo tætir að vera aðlegun og skilur þú skulduðan eftir og algjörlega og það er eitthvað sem við erum að og það eru virkilegar sorgarsögur og þar kemur okkur á óvart og eða ekki óvart en við rekum okkur sífellt á það að við fáum enga áheyrn, við sendum hverja fyrirspurnina og hvert erinda á fætur öðru til fjármálaeftirlitsins, til Seðlabankans og fáum engin svör, engin viðbrögð við þeim og óskum eftir fundum sem er ekki þetta er eina stofnunin á landinu sem við fáum ekki fundi með sem hafa bara við höfum óskað eftir fundi og þeir bara hafna því
Upplifa þeir þá ekki að þessu í neytendavernd fjármálaeftirliti? Við upplifum það að það skorti gífurlega á neytendavernd á fjármálamarkaði og það er fjármálaeftirliti sem á að framfylgja því og það að okkar mati gerir það bara ekki og við höfum og þetta hefur verið bent á, það var úttekt sérfræðinga núna bara núna í janúar sem tók út Seðlabankann og bent á það, jú, þeir eru með hryðjuverkavarnirnar í góðu lagi og það allt saman og þessa raunverulegir eigendur og safnaðar eitthvað svoleiðis sko. En þegar að kæma neytendavernd þá mættu þeir stórlega bæta sig og þar eru við bara algjörlega sammála þessum erlendu sérfræðingum. Herðu, þið í fyrsta skipti síðan að þú mannst eftir að þá senduðu umsögn um fjárlagafrumvarpið. Hafið þið skoðunar á því hvort að Seðlabankinn eigi að hækka vexti 22. mars? Neytendasamtökin hafa ekki gert það sko, og skipta sér svo sem ekki að því sko. Hvaða afleiðingar hefur það fyrir neytendur þegar vextir hækka? Það náttúrulega hefur þær afleiðingar að lánin okkar stökkbreytast og það er svona, einmitt eins og segir sko, kynslóðaskattur sem er svona yngri kynslóðar ég vil segja það sko, og það má ég segja það að líka sko, þetta er og verðbólga er svo sem líka mikill skaðvaldur sko, það má ekki gleyma því við verðum að gera eitthvað en það er spurningin sko, að lækningin má ekki vera verri heldur en sjúkdómarinn en við höfum bara farið óvarlega á mörgum sviðum ekki náð að draga saman útgjöld ríkisútgjöld þegar að bliku voru á lofti við höfum heldur ekki samkeppni heldur leift fákeppni sem fákeppni og verðbólga er náttúrulega hryllilega blanda algjörlega og við sjáum það sko að samkeppni er eitt sko beittasta vopnið sem við neytendur höfum í baráttunni að núna þegar Atlantsolía kemur inn á markaðinn á Akureyri fyrir ári síðan eða svo þá stórlækkaði það kemur fram í þessari skýrslu Samkeppniseftirlitsins þá lækkaði eldsneytisverð á Akureyri og er hvergi lægra á landinu heldur en einmitt á Akureyri núna í dag það sem er samkeppni af því að það er samkeppni og þess vegna verðum við að auka hana sem mest við getum og við þurfum að taka til í landbúnaðarkerfinu, við þurfum að fella burti þess að tolla það eru tollar á vörur sem ekki eru einu svona framleitar hér á Íslandi franskar kartöflur eru 47% tollar ef ég man rétt en það lækkað úr 60 og eitthvað neyri en það er ekki til að vernda neitt það er bara til þess að halda verðinu háu en í fákeppninni skiptir ykkur máli tollandi sem við lækkaðir við okkur var sagt að lækkun bankaskatts myndu bæta kjör neytenda hefur tilfýringin að það hefði gerst? Ég hef ekki séð neina mælingar á því en reyndar þegar að tollar voru afnumdir af raftækjum þá voru alveg mælingar fyrir nokkrum mánuðum síðan þá mældist það alveg að það skilaði sér til neytenda af því að það var og er samkeppni á raftækja sölu markaði og en það er náttúrulega á meðan að það er engin samkeppni í matvælaframleiðslu til dæmis að matvælaframleiðslan á Íslandi er lokuð inn í fílabeinsturni miklu leyti og þar mætti gera miklu betur í að fyrsta lagi sko að skilgreina bara hvað eru bændur, hverja viljum við vernda þessa stóru verksmiður framleiðslu á eggjum, kjúklingakjöti og svínakjöti eða viljum við sem eru kannski svona 2,5 keðja sem að séum hvern markað já og nákvæmlega og eða viljum við vernda fjölskyldurnar út á landi sem við sjáum alltaf í auglýsingunum en sko reyndin er allt önnur í raunveruleikunum og mér finnst það vera stór munur fjölskyldurnar sem á Alma labba svona út úr Alma og segja við eigum matfugl ég meina og
dýrakjötsframleiðsla sem sko dýra sem aldrei fá að sjá líta sólarljós á ævinni, það eitthvað sem þarf verndurna við sko, eða það eitthvað sem við bara eigum að leyfa erlendum aðilum að keppa þar líka og meðal þá lækkuðu verði og svo hitt líka þessi litlu tollkvótar sem er þó leyfðir á Íslandi til dæmis í svínakjöti allir keyptir upp af sömu aðilum þannig að það eitthvað skakt í þessu og þar væri aðgerðir sem að lækka verð aðgerðir til að lækka verð og auka úrval fólk getur þá valið og ég veit það alveg að í mörgum tilvikum þegar fólk hefur efnu á því þá velur fólk íslenskt. Við sjáum það til dæmis þegar að grænmetismarkaðurinn var gefinn frjáls, það var gefið tómatar og gúrkur og þetta að það stórjókst ekki bara framboðið af tómatum, það var ekki bara til þessi ríkistómatur sem var framleiddur heldur, núna eru til kirsubyrjatómatar og bufftómatar og hitt og þessi, hinnir og þessi tómatar sem heita og eru ekki bara rauðir heldur líka gulir og grænir og þetta alls konar, þetta eykur bara og bændurnir komnir í alls konar annan rekstur sem er túrisma er að framlega tómatasúpur sem er alveg stórkostlega góðar og þannig að það að vera ekki á klafanum að vera ekki á vera úthlutaði þessi bás í bákninu reynist þeim bara mikið frelsi og hefur hjálpað þeim að stækka og auka fjölbreytnina öllum til góða, líka okkur neytendum bæði í verði og gæðum og fjölbreytni. Breki Karlsson heldur í fram að samkynhneigð bæti kannski ekki allt en hún bæti margt og ekki síst í neytendamálum. Takk fyrir að koma hingað Breki og við